Æja, Einar Jónsson, þið lendið 6 mörgum undir 21-15 en komið síðan með 7-2 kafla og jafnið 23-23. Þið náðu ekkert að nýta ykkur mómenti til að klára bara leikinn? Nei, voru samt nálægt því og þessi muna litlu en þú veist, þetta bara svona þetta. Haukarnir skora dýrmæt mörkin í lokinn og meðan við erum að fara illa með góð færi og kannski skilur á milli þannig að loka mínútur og hvað það var þar en þeir voru Haukarnir vera betri og það þýtti að velka sér allt mikið upp á því ef og hefði og eitthvað svoleiðis. Þetta bara, við spilum ekki nógu vel í 60 mínútur og Haukarnir áttu þetta bara skilið. En þið hafið kannski bara viljað lyfta dollunni í ykkar húsi eða? Það er enginn að velta því fyrir sér, við ætlum bara að koma hérna og reyna að ná fram toppleik og svona að vinna leikinn en ég meina, þú veist, það hafðist ekki og það er bara þannig, ég meina við verðum bara að taka því og reyna að fara að skipuleggja næsta leik. Nú urðu fram síðast Íslandsmeistarar 2006, þannig það komin alveg 7 ár síðan, þannig það hlýtur að vera gífurlegt hungur hjá okkur að vinna titilinn. Já, þetta vilja allir eftir svona langa bið. Já, þetta vilja allir lyfta dollunni og en það þýr ekki að vera velta svona hlutum fyrir sér, þetta er bara svona sagan og svona, þú veist, er eitthvað umræða, þú veist, við þurfum bara að einbeita okkur að þessu að gera á vellinum og allt annað skiptir ekki máli. Nú hefur verið ýmist rænt dómgæslu í þessu einvígi, hvernig fannst þér hún í kvöld? Mjög góð og já, það er svo sem ekkert annað við því að segja, bara mjög góð. En nú bara næsti leikur í Safamýrinni og þar ætlið þið ykkur klárlega að lyfta dollunni fyrir framan ykkar stuðningsmenn? Já, ég meina, ætlum við bara að ná fram toppleik og við þurfum að fara fljótlega að skipuleggja það og kýra okkur inn á þann leik bara og ef við náum frá frammistöðu þá held ég að við gætum tekið sigur þar. Einar Jónsson, þakka þér fyrir. Takk.